Það lífið í landinu næst, áhugamál fólksins, hlátur þess og grátur og menningin í allri sinni mynd. Við ætlum að byrja með Sigmundi Erni með mannamál og Davíð Oddsson gestur að þessu sinni og það verður nú væntanlega talað ýmislegt annað en pólitík. Síðan það matjurtirnar, hinnar ómissandi matjurtir, missið ekki af því. En við ætlum að byrja hjá augnlækni. Sigmundur Erni var farinn að finna fyrir aldurstengdri fjarsýni. Hann lét skoða þetta og spurði hvað að gerast. Líklega það svo að mennirnir óttast ekkert meir heldur en að missa sjónina, jafnvel meir en að deyja. Og hvað til ráða ef sjónin farin að daprast og skekkjast? Á maður að fara í leysi aðgerð til þess að lækna augun? Við spurðum Jóhannes Kára Kristinsson, augnlækni hjá Augljós, hvort að það væri ráðið, en 30.000 Íslendingar eða þar bil hafa farið undir leysirinn á síðustu árum. Stóra spurningin, Jóhannes, þessi, ég komið með þessa aldurstengdu, aldursbundnu fjarsýni sem kemur yfir, svo að segja, alla. Af hverju gerist þetta fyrir mig og fleira gott fólk? Þetta kemur hjá öllum. Það enginn sem sleppur og það margir sem halda þeir sleppi og reyna að halda í sér, reyna að vera án lesglöruna eða fá hjálp við lestur eða vera án hjálpar við lestur en það sem gerist í raun og veru það að við erum með auga, getum aðeins skoða það, förum og kíkjum á þetta fyrirbæri sem hér rétt fyrir, þetta linsa inn í augunum sem við köllum í daglegu tali augasteinn. Og augasteinninn, hann mjög mjúkur þegar við erum börn. Hann þá bara svona eins og hálfgerður svampur eða? Já, hann svona eins og bara svona hlaup. Hann í raun og veru ekki steinn, Svo breytist hann á mörgum árum í stein. Þannig að raunverulega stein, þannig að hann harðnar með árunum. Þannig að barnið með auga hlaup í rauninni? Já, akkurat. Og af hverju hann hlaup? Jú, það sést nú ekki hér, en það vöðvar í kringum hann, sem hann svona eins og trampolíndúkur, vöðvar í kringum hann sem tengjast honum böndum, sem svo bönd í trampolíndúk. Og þegar hann horfir á eitthvað nálægt sér, að þá þykknar hann. Þá herpast vöðvarnir saman, augasteinninn hann þykknar og þá allt í einu getur maður séð hluti nálægt sér. Af því hann svo mjúkur. Og hann getur lagað sig að þessu sem næst manni. Já, þannig að þetta svona, ég lýsi þessu eins og þetta svona lítill gegnsær barbapapa sem getur þykknað í miðjunni og breytt sér í plúslinsu. Þannig að það það sem maður gerir og við höfum engar ágjör af því og að sjálfsögðu eins og með allt annað þá finnst okkur þetta sjálfsagðasti hlutur í heimi að vera með þennan hæfileika. Svo náttúrulega eldumst við og verðum fertug og komumst yfir þann aldur mörg okkar. En það eins og maðurinn hafi í raun og veru, þetta það fyrsta sem klikkar. Við erum fyrst aðilarnir sem segjum fólki að það sé ekki eilíft, sem mjög vanþakklátt hlutverk. Og það að segja að augasteinninn, hann klikkar. En af hverju gerist þetta alltaf nánast upp á dag þegar maður verður 43 ára gamall? Það þessi klukka í okkur, auðvitað, við náttúrulega svo sem eldumst misrætt, við þekkjum það auðvitað og þannig að þetta svona kannski plus mínus 5 ár þarna. En svona að jafnaði á 43 ára afmælisdaginn þá gerist þetta að við þurfum að fara að nota, við þurfum að gera eins og foreldrar okkar gerðu í gamla daga og við gerðum grín að við þurfum að fara að horfa, halda hlutunum frá okkur og þá bara hreinlega komin tíma á að skreppa út í búð, út í apótek eða út í bensinstöð og fá sér plus 1 gleraugu eða hvað nú Nú fyrir þá sem með gleraugu fyrir, hvort þeir nærsýnir eða fjarsýnir, þá þurfa þeir gleraugu með lespunkt í gleraugunum og við kallum þetta að vera með lespunkt í gleraugunum eða þá margskipt gleraugun. En það sem gerist fyrir augasteinin sem upphaflega var augahlaup og hjá hverju barni, hann herðist og missir þá hæfileikann til þess að breyta sjónskerpunni. Já, það að segja við þurfum þegar við horfum á hluti nálægt okkur, þá þurfum við svona það sem við kallum auka plus. Augasteinin þarf að þykkna í miðjunni, hann sem svona og hann þarf að þykkna svona. Þá færist fókus, þá fókuserum við í raun og veru, bara eins og myndavél á hluti nálægt okkur. Og þannig að síðan þegar við horfum langt í burtu og nálægt okkur og langt í burtu og nálægt okkur, þá augasteinin að breytast. Og við tökum eftir þessu, margir hafa tekið eftir því, þeir eru kannski að
lesa, prjóna eða eitthvað fyrir frá með sjónvarpið og síðan horfið það á sjónvarpið og það allt í einu svona eins og það taki langan tíma, nánast brakar í öllu systeminu að fókusera á sjónvarpið. Það bara vegna þess að seigjan hefur aukist í augastinn og hann orðinn seigari og harðari. Og svona seinni til. Seinni til. En gerist þetta hjá öllum? Eru einhverja undantekningar? Eru einhverjir sem geta sagt, þetta kemur ekki fyrir mig? Já, ég meina það eru, þú veist, einstaka aðili sem að, maður fer á sem sagt, jafnvel á stofnanir sem eldra fólk, þá eru kannski einhverjir sem eru að lesa án glerauga og einhverjir segja, við gátum nú lesið þangað til að var nýræður og eitthvað svona. Þá ákveðin ástæða fyrir því. Það vegna þess að þeir eru nærsýnir á öðru auganu og bara viti ekki af því eða segja ekki af því. Það nú alltaf gaman að vera svona öðruvísi og geta eitthvað sem aðrir geta ekki. En það er þá ástæðan. Nærsýnir einstaklingar geta jú lesið án glerauga. Ef þeir eru með svona hóflega nærsýni, svona kannski upp á -2, þá eru þeir að lesa geta lesið án glerauga en auðvitað sjá þeir ekkert langt frá sér nema með glerauga. En margir þráast við og neita bara einfaldlega að setja upp á nefið sér bensínstöðvar gleraugu eða þaðan að betri augbúnað. Er það hættulegt? Það ekki hættulegt í sjálfu sér. Ég fekk, þannig langt síðan, ég fekk nú einu sinni ráðherra til mín og hann sagði, nú er hann var 52 ára og nú þarf ég að gera eitthvað því að hausinn á mér gjörsamlega að springa og ég hættur að lesa þingtíðindin og þeir gera grín að mér í pontu því að ég alltaf svona og þetta sem sagt og það var það sem hann þurfti var náttúrulega lesgleru en hann var með þá kenningu sem að sumir hafa að ef þeir svona bara streitast á móti þessu að þá senki þeir ferlinu. Hægið á því. Já, en það í raun og veru ekki alveg rétt. Þetta bara svona eins og að fara með 20 kíló í bakpoka í vinnuna og maður getur þetta alveg, en þetta eiginlega óþarfi. Það eru gleraugun, þetta ferli heldur áfram og það eina sem þú færð upp úr því að streitast á móti er bara höfuðverkur, verkur á bak við augun mígreini mjög algengt, eins og það kallað. Og þannig að það er ekki æskilegt en það skemmir ekkert augun samt. Það ekki það. En segðu mér þá annað þegar að fólk byrjar að fá þessi einkenni einmitt á afmælisdaginn 43 ára, takk fyrir. Já. Og upp með gleraugun, hefst þá einhver þróun sem varir lengi, minnkar sjóngetan jafnt og þétt eða hvað gerist? Já, það sem að gerist það að þannig að 43 ára afmælisdaginn þá er farið í næstu bensínstöð og eða þá jafnvel að eiginkonan gefur kannski eiginmanninum gleraugun bara hreinlega, þá byrjað með +1 gjarnan. Síðan eykst þetta smám saman og fer upp í svona cirka +2,5. Þetta tekur svona 10 ár þetta ferli. Þá augasteinninn orðinn raunverulegur augasteinn og hættur að geta fókusera á hluti nálægt sér alveg. Þannig að þá þarf 2,5 til þess að lesa og það svo sem bara allt í góðu. En eftir það þá í raun og veru má segja að það gerist í raun og veru lítið með augun annað. Já, þannig að það væri orðið óeðlilegt að eftir 10 ár væri maður komið 5 eða eitthvað líka. Já, það væri þá eitthvað annað á ferðinni og það til dæmis, við getum sagt, svo við tökum augasteiningareyði alltaf svona, hann viðkvæmasti partur augans og hann til dæmis það getur komið ský í augasteinu og réttum augasteins aðgerðir sem oftast svona farið að framkvæma eftir svona 65-70 en augasteinin getur farið að breytast fyrr og þá breytir hann því sem við kallað sjónlagi í augans þannig að þú verður meira plus eða meira mínus. Þannig að ef að sjónlagið sjálft fer að breytast, þá það væntanlega út af því að augasteinin að byrja með skýmyndun í augasteininu. Þannig að fyrir áhorfendur þá mér mikilvægt að vita að aldurstengd fjarsýni eðlileg. Já. Og það svo eitthvað annað sem getur verið óeðlilegt. Þú nefnir skýmyndun, það eitthvað fleira?
Það auðvitað ýmislegt sem að getur gerst með augun og það er náttúrulega og það er alveg nauðsynlegt að fara eins og maður fer með bílinn sinn á hverju ári að þá er auðvitað mjög nauðsynlegt að fylgjast vel með augunum, sérstaklega eftir fertugt. Og ég tala ekki eftir 50 þá þarf að fara svona á 2-3 ára fresti til augnlæknis því að það getur margt farið að koma upp á sérstaklega vil ég nefna þar gláku og það má segja því að við munum svo vel þrenningar það er alltaf þrennt af öllu það eru stóra þrenningin er ský á augasteinni það er gláka og það er það sem við köllum hrörnun, sumir kalla kölkun, en það er eiginlega betra að segja hrörnun í augbotnum. Og hrörnun í augbotnum til dæmis er mjög þekkt orsök fyrir sjónskerðingu og það eru að koma og eru komnar mjög spennandi meðferðir við því sem sagt voru ekki til fyrir bara 10-15 árum síðan. Margir spennandi hlutir að gerast þar og síðan náttúrulega er glákan sem er svona einn af svona landsins fornu fjöndum í hérna sem að flestir kannast í glákublindu. Maður ólst upp við þetta orð. Já, akkurat og hérna gláka er eitthvað svona sem kannski vita ekki margir hvað það er en það vita margir að þetta er orðið þetta er sem sagt svona eitthvað sem getur haft mjög slæm áhrif og þarna skiptir tíminn mestu máli því að í glákunni eru til alls konar lyf sem við getum beitt og lyf sem við getum haldið glákunni vel niðri hérna með bara einum dropa á dag. Endilega láta skoða á sér augun reglulega eins og bílinn en að lokum, Jóhannes, þú vinnur við að bæta sjón fólks, kemur augað þér alltaf jafn mikið á óvart? Já, það má alveg. Þetta er heil heimur út af fyrir sig. Það er bara þannig og þannig að maður er aldrei fullnuma í þessum fræðum frekar en svo sem öðrum en augað er ótrúlegt fyrirbrigði þannig að það sem það gerir og auðvitað til dæmis vill fólk það hefur verið að gera rannsóknir á því hvort að fólk vilji hvað fólk óttist mest og það númer 1 er að verða blindur, númer 2 er að deyja.